Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Glöggir áhorfendur taka eflaust eftir því að ég er ekki Rakel, en hún þurfti að skreppa frá, þannig að ég hoppa hérna inn í settið fyrir hana. Ég ætla að fá að nýta tækifærið og minnast á í ljósi umræðunar að kynjahlutföllin í þessum þætti og að norðan 2018 voru jöfn í viðmælendum og í þáttastjórnendum og starfsfólki erum við jöfn kynjahlutföll á N4. En hingað til mín í settið er komið góðan gest, við ætlum að snúa okkur honum. Árni Arnarsson, velkominn. Takk fyrir það. Þú varst að gera mjög athyglisverða rannsókn sem að snýr að lyfjanotkun. Segðu okkur aðeins frá tildrögunum á þessari rannsókn. Já, þetta var sem sagt, þetta er BS-verkefni sem ég gerði þegar ég var á 3. ári í deildinni, læknadeildinni, og vann með 3 öðrum læknum og snýr að ávísunum á þunglyndis, róandi og svefnlyf í heilsugæslu, og við skoðuðum unga fólkið 18 til 35 ára og á tímabilinu 2006 til 2016. Og vorum við vildum athuga hvort við sæjum einhver tengsl við ávísanir af þessi lyf og hrunið. Þannig að það var markmið rannsóknarinnar. Já, og sjá hvort að þessi umhverfisáhrif hafi áhrif á okkar líðan sem að eðlilega er einhver tengsl þarna milli. Já, algjörlega. Með þennan hóp, unga fólkið 18 til 35 ára sem er maður gerir ráð fyrir að koma undir sig fótunum bæði hvað var húsnæði og atvinnu og þannig að hópur sem við höfum áhuga á að skoða frekar og töldum að eða höfum grun að þetta væri hópur sem hefði getað komið illa út úr hruninu og þess vegna skoða ávísanir á þessi lyf, þessi 3 flokka. Og þessi lyf sem er fyrst verið að ávísa, það eru lyf sem virka fljótt frekar heldur lyf sem er að virka á lengri tíma eða hvað? Já, við erum með þessa 3 flokka. Það eru annars vegar róandi og svefnlyfin sem að virka bara tiltölulega fljótt. Þarf ekki að taka í lengri tíma til þess að fá fram virknina, en þannig virka flest þunglyndislyfin og við sjáum ekki fulla virkni af þeim fyrir eftir kannski 3-4 vikur. Þannig að það sem við sáum í þessari rannsókn var að það jukust ávísanir á róandi lyfin og svefnlyfin í kringur hrunið, og það var þá okkar tilgáta ályktun út af því að við erum að sjá aukningu á þessi lyf sem eru skammvirk lyf, að þá sé það hafi verið úrræði heilsugæslunnar á þessum tíma frekar en þá kannski eins og þunglyndislyfin sem taka þá langan tíma að virka og eru þá kannski ekki eins hentu við skammvirkum vanda eins og væntanlega margir upplifðu sjálfa sig í á þessum tíma. Og maður heldur fyrir sér líka bara öðrum úrræðum eins og sálfræði aðstoð, að það sé frekar farið í lyfin sem að hafa sínar aukaverkanir heldur en sálfræði aðstoð, en þannig kringum efnahagshrunið þá er fólk kannski ekki endilega með mikið á milli handana og hún er dýrari sú þjónusta sem sálfræðingar veita. Já, hún er dýr og hún er ekki aðgengi að henni var á þessum tíma að minnsta kosti ekki gott og það var erfitt að fá sálfræðiþjónustu, og samkvæmt klínískum leiðbeiningum þá er það fyrsta meðferð við vægu til meðalmiklu þunglyndi og kvíða er sálfræði meðferð. Og þannig að þetta var kannski þau úrræði sem að heilsugæslan hafði og heimilislæknar. Það voru þessi lyf og það virðist vera að þeir hafi ávísað þessum lyfjum við þessari tímabundnu krísu sem að fólk var í þessum tíma. En tölurnar sem við erum að sjá í þessari rannsókn, þær eru sláandi háar og þegar þær eru bornar saman við hin Norðurlöndin, þá er mikill munur. Já, þegar við erum að bera okkur saman við Norðurlöndin þá sjáum við að við erum að nota meira af þessum lyfjum heldur en eins og ég segi Norðurlöndin og þessar þjóðir sem við berum okkur saman við. En við getum kannski ekki sagt af hverju við erum að gera það, en við sjáum að það er mikill munur, og það er svo sem kannski ekki eitthvað sem við vorum það er ekki nýjar fréttir, þetta hefur verið þekkt með þunglyndis, róandi og svefnlyf og lyf almennt. Þannig að, já. Hvaða tölur eru að tala um? Hversu mikil aukning er þetta? Eins og til dæmis ef við tökum þunglyndislyfin hjá unga fólkinu, 18 ára, þá erum við að tala um aukningu upp á 220%. Ávísaðir skammtar af þunglyndislyfjum 2006 og versus árið 2016 eru
vorum með 700.000 dagskammta 2006 og við erum komið með 1,9 milljónir dagskammta 2016. Þannig að þróunin upp á við í öllum þessum flokkum og það svona athyglisvert og maður veltir fyrir sér af hverju það er. En kannski rétt að taka fram líka að þó að sé meira ávísum lyfjum hér þá þarf það ekki endilega bara að vera neikvætt. Nei, alls ekki. Ég meina, þetta náttúrulega lyf sem að rannsóknir hafa sýnt að hjálpi fólki og þetta úrræði sem á klárlega að vera til staðar og í boði og hafa hjálpað mörgum en það svolítið við berum okkur saman við Norðurlandaþjóðirnar og við sjáum að við stöndum hana út úr og maður veltir fyrir sér af hverju það er og kannski það ekki slæmt sko. Ég meina, við notum þau lyf sem að hjálpa og eins og ég segi, það þarf ekkert að vera slæmt en það athyglisvert hvað við stöndum út úr. Ef við horfum á þessa aukningu, það eitthvað sem gerist í okkar samfélagi sem að við getum tengt við aukningu í þessum ávísuðu lyfjum. Það fyrir upp á við, erum við að sjá þetta haldast eða detta aftur niður eða línan bara áfram upp á við? Sko, sérstaklega eins og í þunglyndislyfjunum, þá þróunin, hún mjög brött upp á við sko og í gegnum allt tímabilið. En fyrir róandi lyfjum og svefnlyfjum, þá við meira að sjá að þau að aukast þarna í kringu hrunið og það dregur ekki úr þeim aftur en það ekki eins brött aukning. Þannig að, já. Næstu skref, hvað væri réttast að rannsaka næst? Við vitum til dæmis ekki með þunglyndið á Íslandi hvort algengi þessi meira eða kvíða eða svefnvanda. Þannig að það svolítið áhugavert að skoða, við vitum af hverju erum við að nota meira af þessum lyfjum og að skoða það aðeins betur og af því að þetta eins og ég segi, þetta mjög svona sláandi tölur. Algjörlega, Árni, takk kærlega fyrir komuna í settið og opna á þessa umræðu. Við ætlum að kíkja yfir í örstuttar auglýsingar.